Hvað er áhættudreifing og hún góð hugmynd? Já, hún ein af grundvallarreglum skynsamlegra fjárfestinga. Í einföldu máli snýst þetta að hreyfingar eigna á mörkuðum eru ekki samstíga. Þegar ein eign hækkar í verði, getur önnur lækkað og öfugt. Með því að blanda saman ólíkum eignum minnkar hættan á því að öll fjárfestingin verði fyrir áfalli á sama tíma. Hugsaðu olíufélög og flugfélög. Þegar olíuverð hækkar, hagnast olíufélögin en kostnaður flugfélaganna eykst og þau eiga erfiðar uppdráttar. Sama má segja samspil hlutabréfa og skuldabréfa. Þegar efnahagslífið hægir á sér, lækka hlutabréfa oft, en þá hækkar verð skuldabréfa. Einnig geta efnahagslægðir í einu landi fallið saman við uppgang annar staðar. Með því að dreifa fjárfestingum jafnast þetta út. Þetta ástæðan fyrir því að stundum talað að áhættudreifing sé eini fríi hádegisverðurinn í fjárfestingum. Þú getur dregið úr áhættu án þess að fórna væntri ávöxtun. Markmið fjárfestis einmitt að sjá til þess að fjárfestingar séu dreifðar á skynsamlegan hátt, svo að áföll í einum geira eða landi hafi ekki úrslitaáhrif á heildina. Ekki setja öll eggin í sömu körfuna, dreifðu fjárfestingunum, það borgar sig.